En ég vona að þetta hafi allavega eitthvað hjálpað ykkur að skilja út á hvað kynlífsráðgjöf snýst. Sko nánd, ég myndist ekki á mikið á hana, en fyrir mér nánd þessi eiginleiki að skynja sig sterkt í nærveru annars einstaklings sem skiptir mann máli. Og hvar annars staðar en í eins nánum samskiptum og kynlífi reynir á það, reynir á okkur að upplifa sem að maður getur sagt sjálfsviðurkennandi nánd, að standa með sér þó að makinn sé að draga sín í skel sína eða fríka út af spennu eða togstreitan svo mikil að það óbærilegt. Að það reynir verulega á fólk. Og einn af þeim sem að ég les mikið og svona mín gúrú í terapíunni, í kynlífsmeðferðinni, hann segir að kynlífsvandamál sé í rauninni tól móður náttúru til að koma okkur út úr þægindahreiðrinu og þroskast, bara sem manneskjur, hreinlega. Og hann hefur nokkuð fyrir sér í því og hann hefur skrifað 900 blaðsíðna skruddu bara þetta eitt, sko. Þannig ég ætla ekki að fara að segja ykkur þetta á 2 sekúndum. En hvað snýst kynlífsráðgjöf? Hún snýst að viðhalda nándinni á einhvern hátt. Hún snýst ekki endilega eilífar kynlífsathafnir. Hún getur hjálpað fólki að upplifa kynlífsánægju á margvíslegan hátt, þrátt fyrir sjúkdóma, meðferðir og fötlun. En ég læt þetta bara gott heita. Hérna eru heimildirnar, þetta fer allt inn á vefinn, þannig ég segi bara takk fyrir.